Instagram og við erum að detta inn á Facebook, frá sem putta. Mhm. Það er alltaf, við byrjum allt eins. Það er alltaf bara, jæja, nú erum við að vona að eitthvað, já, og gerist. þarna duttum við. Þannig að þetta er bara allt eins og að vera. Eins og alltaf að sjálfsögðu. Og það er alltaf hægt að smella spurningum og vangaveltum undir myndböndin, Já. hvort sem að það er meðan við erum í beinni eða eftir á. Já. Og við kíkjum á það fyrir næsta ef að við náum þeim ekki í beinu útsendingunni. Já, og bara hjartanlega velkomin í þetta miðvikudagsspjall. Já. Annað miðvikudagsspjall ársins, 2025. Og við byrjum bara, við búum að byrja bara á stórum hlutunum. Já. Þetta árið. Já, við erum ekkert að fara í litlu hlutina. En takk fyrir öll sem að tók þátt í könnun vikunar. Það er alltaf rosa gaman að fá svona tilfinningu fyrir því hvað það er sem að þið viljið hlusta á og hvaða spurningar brenna á ykkur. Og hvetjum ykkur náttúrulega bara til að senda okkur tillögur af umræðefnum ef það er eitthvað sem að þið viljið að við séum að tala. Og bara endilega skorið á okkur. Og finnst það gaman. Já, finnst það gaman. Já. En umræðefni dagsins er fimmtavítin. Já. En áður en við rúlum á stæði það, þá ætlum við aðeins bara að minna á nokkra hluti sem eru á dagskrá hjá okkur á næstunni. Já. Við erum aðeins svona í hugmyndavinnu með verslunum okkar Orkusteina og okkur langar til að fá að heyra frá okkar viðskiptavinum og ykkur þarna úti hvort það sé eitthvað sem að ykkur langar til einhvers konar námskeið varðandi steina og spil eða eitthvað annað sem að ykkur finnst vanta og við getum kannski boðið ykkur upp og einhvers konar svona hliðarvörur við steinana og spilin og það sem við í búðinu. Já. Þannig að, já, við erum óskaplega þakklátar að fá frá ykkur uppástungur varðandi það. Já, því að það er eitthvað sem við hefum gert áður. Við erum með orkusteinanámskeið, við erum með spilanámskeið, englaspilanámskeið eða svona leiðsagnaspilanámskeið og fleira. Já. Og þá farið dýpra heldur en á námskeiðunum okkar sem eru frí á vefnum okkar, Kristallar og ég og leiðsagnaspil og ég. Já, það er náttúrulega þó að það sé alltaf bara gott að geta verið á vefnámskeiðum eða verið í gegnum neti að þá er alltaf svolítið öðruvísi þegar við getum verið á sama stað. Já. Og endilega bara sendið okkur ykkar hugmyndir varðandi það að skrifa þér undir myndbandi hérna fyrir neðan. Svo voru það, ég ætlum líka að minna á að það er opið hús í Orkusteinum 22. janúar. Já. Og það er síðasta opna húsið okkar hérna í Álfkonuhverfinu. Já. Og það er breytingar í vændum sem við segjum ykkur meira frá þegar nær dregur. Svo ertu að fara að kenna Englareiki. Svo er það Englareiki. Það er 3 og 4 námskeið, framhaldsnámskeið. Það eru 3 heilir dagar. Það er í lok mars, 27. til 9. mars. Og alltaf bara dásamlegt að kenna þetta námskeið því að þeir sem mæta á það námskeið eru þeir sem virkilega vilja vinna með sig og bara efla sínar tengingar við englana og við ljósverurnar sem vinna með okkur í heiluninni. Og svo er það 1 og 2 námskeið fyrir þau sem að vilja læra Englareiki heilun, grunninn og bara gera gott fyrir okkur sjálf. Þetta er líka bara að tengja við þessa mögnuðu orku sem að kemur með englunum og með þessum samstillingu sem við gerum. En það námskeið er 25. til 7. apríl. Og þið kíkt inn í viðburðardagatal okkar á síðunni og það er komið til með að auglýsa þetta í bak og fyrir og skráning í gegnum heimasíðuna okkar. Mikið upplýsingum þar Englareiki og annað. En svo náttúrulega erum við að síðasta degi núna námskeiðin okkar lokna í storminu. Já, við erum búin að vera með frítt vefnámskeið núna í síðustu 2 daga og síðasta kvöldið er í kvöld. Og það skráðu sig 100 manns á námskeiði sem er bara algjörlega frábært. Og við erum mjög þakkláttir fyrir það og síðustu 2 kvöld erum við búin að vera með svona það bil 50 manns í beinni útsendingu á hverjum tíma sem er bara magnað og við vitum að margir eru að horfa eftir á. Þannig að takk öll þeir sem hafa skráð ykkur á námskeið og eru með okkur. Það er virkilega mikils virði að fá eiga þessa stund með ykkur. Og við segjum ykkur meira það sem að við leifum náttúrulega þeim sem bara námskeiðin að heyra fyrst. En við segjum ykkur meira næsta miðvikudag námskeiðið og svona fallegar gjafir sem við ætlum að gefa senda út í kosmosið. Já. En við umræðefni dagsins, það sem að þið völdu sem umræðefni dagsins
verið hvað þessi fimmta vídd? Hvenær förum við þangað? Eru allir sem fara í fimmtu víddina? Er munur á þriðju og fimmtu víddina? Hver sá munur? Og hvernig get ég vitað í hvaða vídd ég er? Svo margar Þetta er rosalega margar spurningar Já. og eins gott við brettum með benvarnar bara ef við ætlum að ná þessu öllu saman á svona 10 mínútu korteri. Já. En svona ef við bara einföldum hlutina mjög mikið að þá er þriðja víddin, það er þegar allt snýst bara hér er ég mig frá mér til mín og allt snýst bara mig og mitt svona veraldlega líf, getum við sagt. Það er ekki mikið svona andlega tengingar eða pælingar í þriðju víddinu, heldur fyrst og fremst áherslan okkar á það sem við eigum veraldlega, það sem við getum eignast, okkar eigin metorð og og svo framvegis. Og kannski bara, það er alveg svona ákveðið andlegt í þriðju víddinu, við erum búin að vera mjög lengi, það eru ákveðnar tengingar en þær eru allt öðru vísi fyrir mér allavega heldur en svona þegar við förum að hækka tíðnina. Og við getum sagt kannski að svona andlegt starf í þriðju víddinni hefur einkennst svolítið mikið því einmitt að kannski að vera í samband við látna ættingja eða sálir sem að ferja yfir eða eitthvað svoleiðis. Það er svona allavega svona á tímaskalanum, ef við horfum á tímaskala víddanna, að þá er það svona þessu andlega vinna eða tenging sem hefur verið mest ríkjandi á því tímabili. Svo er það fjórða víddin og fjórða víddin er svona þegar við förum að fatta að það er eitthvað meira að núti og við förum að fatta að það eru víðari tengingar, það er þarna alheimur og það eru ljósverur og við förum að spyrja okkur býtu hver er ég og til hvers er ég hérna og við förum að vinna í áttina því að hlusta á hjartað okkar og finna tilgangin okkar í lífinu og það er svona, þetta er staður sem að mjög mörg okkar þekkja. Þetta er þegar við erum að vakna og fróðleiksþorstinn verður mikill og þörfin fyrir það að vinna andlega vinnu, að vita allt, læra allt. Það er svona fjórðu víddar. Og oft þessi upplifun að vera einn. Já, einmitt. Og upplifum okkur, og ekki bara þegar við upplifum okkur einn á þessum stað, heldur getum við líka fundið mikla þörf fyrir að einangra okkur frá ákveðnum hlutum í okkar lífi sem að láta okkur kannski ekkert líða þetta sérstaklega vel. Já, ekki bara hlutum, heldur fólki. Hlutum og fólki. Og atburðum og já. En svo þegar við erum komin í fimmtu víddina, að þá fyrir þetta meira snúast sko ekki ég, sem þó að ég skipti náttúrulega máli ennþá og hvað það er sem hjarta mitt þráir, en þetta snýst meira hver er ég í samfélaginu og hvernig get ég lagt til þannig að samfélagið megi vera sem best fyrir okkur öll. Þannig að við flytjumst sem samfélag áfram. Og bara meiri tenging við samfélagið og mynda okkar samfélag og það svona hefur verið mörgum mikilvægt einmitt að tengja við aðra sem eru á svipari vegferð. Það var að skilja flugur hérna í hlýjunni, það var mjög áhugavert. Vöknu úr dvala í hlýjundan. En hérna svona þetta ferðalag úr fjórðu í fimmtu víddina að það einkennist ofta þessari svona heiðalegu sjálfskoðun. Svona misheiðalegu, alveg aðeins eftir hversu tilbúin við erum að fara á sannleikann hjá okkur sjálfur. Og svo tekur þetta bara, það svolítið kannski bara í lögum eins og annað í þessari vinnu. Við förum í gegnum eitt lag, við komumst kannski ekki alla leið á dýptina og við höldum áfram og svo heimsækjum við það aftur. Og við erum að skoða svona fortíð og nútíð og framtíð og uppgötu það mjög ofta að sannleikurinn er lykillinn að frelsinu. Það við séum heiðarleg við okkur og aðra. Og við erum að skoða hvað hindrar okkur í lífinu og hvernig við getum losa okkur við þessar hömlur til að geta lifað sem bestu lífi. Svo förum við í gegnum svona heilun og hreinsunar tíma þar sem við erum að skoða einmitt þetta sem heldur aftur á okkur. Við erum að vinna með það og erum að skoða okkar hlut og taka ábyrgð á okkar ákvörðunum og hömlum sem við höfum sett á okkur sjálf. Því oft erum við það náttúrulega bara hausinn á okkur sem að vill stoppa okkur af. Og með náttúrulega aukinni sjálfsþekkingu að þá breytast oft viðhorfin okkar og viðbrögðin og hvernig við komum fram með annað fólk og hvernig við birtumst í rauninni og við tengjumst náttúrulega betur við okkar gildi
og við okkur sjálf sem manneskju. Og leið færist við nær tilganginum okkar og við uppgötum það hver tilgangur okkar og hver tilgangur sálarinnar okkar í þessu lífi þegar við erum búin að kortleggja hver gildin okkar eru, því að þau eru leiðarvísirinn okkar í lífinu. Og við finnum út hvað það sem fær hjarta okkur til að syngja og tengjum okkur við þann tilgang. Og svo í rauninni það ferðalagið í fimmtuvitina bara að lifa tilganginn sinn. Þegar við lifum tilganginn okkar í kærleika og samfélagi, þá erum við komin í fimmtuvitina. En vegna þess að við erum manneskjur, þá kannski erfitt að vera í fimmtuvitinni alltaf alla daga. Við erum alltaf að rokka þarna á milli 4. og 5. vegna þess að mennskan okkar svo mikið hugurinn okkar. Og það alveg eðlilegt og það ekkert að því. Jafnvel niður í 3. Það bara svona afkomi óttinn og þá bara pompum við niður í 3. En svo þegar við förum að biðja aðstoð við afkomi óttann og svo þegar við erum komin í traustið aftur, þá erum við komin aftur í 50. Þannig að við erum bara svona, við erum ákveðin skali. Og líka detta í óttann við það sem að gerast í heiminum. Já. Það svona mjög algengt að fólk detti í tengi við óttann sem að í gangi og það náttúrulega alið á honum alveg stanslaust. Og það eitthvað sem að svo gott að vinna líka með. Já. Og líf í fimmtuvitinni líf án blekkinga. Það þegar við erum hætt að láta blekkingarnar stjórna okkur, hvort sem við erum hætt að blekja okkur sjálf, við erum farin að þora að horfa á bara sannleikann okkur sjálf og heiminn og horfa á sannleikann í því sem allt í kringum okkur. Og þá leið erum við líka farin að viðurkenna að það alls konar sannleikur þarna úti og að okkar sannleikur þarf ekki endilega að endurspegla sannleika þann sem við hliðina á. Og við getum lifað saman í samfélagi svo lengi sem að okkar megin gildi sé kærleikurinn. Að þá það sem skiptir mestu máli. Og eins og segjum, það snýst samfélagið og samvitundina. Og það enginn sem að skreppur í 3 mánuði í hugleiðslu í helli og kemur tilbaka í fimmtuvitinni. Það bara, þannig virkar þetta ekki lengur, Við gerum þetta með öðrum og þetta snýst líka að treysta öðrum til þess að vinna með okkur og vinna saman og halda rými og allt meðan við erum í þessu heilunarferli því að við hættum ekkert að vera mennsk. Við hættum ekkert að það hætti að geta koma upp hlutir eða atburðir í okkar lífi sem við þurfum að vinna í. Því að við höldum áfram þó við getum haldið okkur í fimmtuvítar orku. Að þá snýst hún allum það að vera ekki að detta niður og ekki hunsa það og halda að við séum einhvern tímann búin. Við erum ekkert búin og verðum ekkert búin. Við heyrum mjög oft þegar fólk kemur til eitthvað, ég löngu búin að vinna í því. Ok, þú varst örugglega búin að vinna í hluta því en nú bara komið að næsta hluta. Og það ákveðið bara svona þegar við föttum það fyrir okkur sjálfar, það líka bara ákveðið frelsi í því að bara þetta þýðir bara að vera mennskur og að vera á andlegu ferðalagi þýðir bara að þegar hlutirnir koma upp, þá tökumst við á við þá að heiðarleika og líka að það svo mikilvægt að okkar jarðneska líf endurspegli okkar andlega veruleika. Við getum ekki verið að tala endalaust eða predika einhverja hluti varðandi andlega iðkun og andlegt líf ef við erum ekki að sinna því sjálf. Við verðum að fara eftir því sem við erum sjálf að predika. Annað blekking. En svo viljum við ekkert vera að predika. Nei, alls ekki. En þið viti hvað ég meina. Já. En við þurfum líka að leyfa okkur að vera manneskjur og gera mistök og læra af þeim og segja fyrirgefðu og halda náttúrulega áfram að bara læra alla ævi og eins og við gerum og þetta eitthvað sem að við erum í jarðneskum líkama, andlegar verur og það breytist ekki, líkaminn okkar hann ekki að fara neitt, hann getur kannski breyst, við þurfum að fylgjast með líkamanum okkar, hann getur kallað á ákveðnar breytingar, breytingar í hreyfingu, breytingar í mataræði og öðru og svo náttúrulega það sem gerist með líkamann eins og höfum alveg rætt áður það að auðvitað sitja í líkamannum alls konar áföll og annað sem að við þurfum að vinna út og þegar við erum í þessu heilunarferli og vinnum þau út þá breytist oft líkaminn leið. Já. Og
lykilatriði í þessu öllu er náttúrulega að fylgja innsæinu og hjartanu og ef við gerum það ekki þá erum við að lækka tíðnin okkar. Og við erum einmitt, bara þegar við dettum inn í dramarúsibann okkar og þá lækkum við tíðnin okkar leið. Og það eru kannski, ég veit það ekki, ég hitt alveg fólk sem segist vera komið alveg í 5. víddina og ég efast ekkert að það sé, ég get ekkert sagt nei, þú ert ekki komið þangað, sko, það er ekki, þú veist, hver veit fyrir sig. En ég allavega er búin bara fyrir sjálfa mig að horfi ég á það að þessi lífstíð mín núna mun vera ferðalag mitt og stærsti lærdóminni er það hvernig held ég mig sem mest í 5. víddinni en leið að gera ekki þær óraunhæfu kröfur á mig, ég sé ekki manneskja og detti þess vegna ekki stundum niður tröppurnar en það gerist sjaldnar og það er auðveldara eftir því sem maður er meðvitaður og heiðarlegra við sjálfan sig að klifra upp tröppurnar aftur. Já, og við höldum okkur lengur og lengur í einu. Þannig að þetta er ferðalag, þetta er ferli og þetta er alveg langt ferli. Og einu spurningunum var, fara allir í 5. víddina? Nei, það fara bara ekki, munu ekkert allir fara í 5. víddina. Jörðin stígur upp í orku, við þurfum að taka ákvörðun og höfum eflaust tekið ákvörðun áður en við komum inn í þessa jarðvist hvort við ætluðum að fara eða ekki. Og það sem náttúrulega 5. víddin felur í sér eru það gífurlega breytingar á samfélaginu og við erum farin að finna fyrir þeim breytingum sem þurfa að eiga sér stað og það er bara þannig við umbreytum ekkert og umbyltum samfélaginu þannig að það verði 5. víddar samfélag á einni nóttu. Þetta er tímabil sem að mun taka alveg á líka. Og breytingarnar munu ekki vera ég hugsa, þetta mun gerast hraðar heldur en hefur áður gerst, en við erum samt að tala 10-20 ár, kannski 5, 10, 20. Þannig að þegar við horfum tilbaka til 5 ár, þá getum við séð gífurlega mikla breytingar og svo aftur til 10 bara virkilega mikla breytingar. Og við vorum líka að spurða hvenær förum við í 5. víddina. Það er engin einn tímastimpill fyrir okkur allavega ekki með þær upplýsingar sem við höfum fengið í okkar miðlunum að þá er þetta ekki þannig að á einhver ákveðinni dagsetningu eða tíma þá bara sópist upp í 5. víddina þeir sem er að fara þangað og hinu verða eftir. Heldur er þetta núna bara við sem eru núna í þessari jarðvist, sálinna sem eru hér, við erum búin að ákveða eða ákveða að fara í 5. eða gera það ekki. Það sem eru búin að ákveða að gera það ekki, sumar eru að fara bara núna því að það er ekki að vera með í þessum orkubreytingum. Og margir þeir sem eru eftir eru þá þeir sem ætla að halda áfram. Sumir eru að þrjóskast við, sumir muni kannski vera í 3. víddorkunum í einhver áratugi viðbót áður en þeir ákveða svo að taka skrefið eða kannski í næsta lífi eða það næsta eða það er svo sem ekkert sem segir að þú ferð ekki núna og ferð aldrei. Það er ekki málið, heldur er þetta og líka kannski upplýsingarnir sem að margir hafa fengið og þar á meðal við er að jörðin er þegar búin að taka ákvörðun uppstigningu og er að stíga upp og nú er það bara spurning hvort að mannkyni ætlar að fylgja henni eða ekki. Og ef við ætlum ekki að fylgja henni þá er ekkert víst við fáum að búa á henni, allavega ekki nýju uppstigni í jörðinni. Við höfum alveg orðið varar við ákveðin svona titring í kringum okkur yfir þeim breytingum sem eru framöndan og fólk svona spyr sig hvort það sé raunverulega eitthvað að breytast og ég vil segja já. Ég held við þurfum ekki það er engin efi í mínum huga. Nei, ég held að við bara lítum til dæmis til stjórnkerfisins á Íslandi núna og fjölda magnara kvenna sem eru núna í lykilstöðum bara í íslensku samfélagi og auðvitað eru konurnar misjafnar en mikið af þessu konum er komnar til þess að vinna hjart og hugsun og þegar svoleiðis fólk er komið svona í þessar stöður þá veit maður að það fer eitthvað að gerast og sumar eru komnar til að hrista upp í og láta hrykt í stóðunum. Ef við hristum ekki upp í neinu þannig að skjálfi þá gerist heldur aldrei neitt. Nei. Og við erum að sjá breytingar út allan heim. Það sem að fólk er að átta sig á því að ábyrgðin, náttúrulega við höfum talað það að við þurfum að taka ábyrgð okkur sjálfum til að geta verið í 5. víddinu og það þýðir að við getum ekki bara treyst
að allt sem fyrir utan okkur, það fær okkur það sem við þurfum. Við þurfum að taka þátt í því við erum samfélagið og við þurfum að skapa samfélagið og vera hluti af því. Og þess vegna erum við að sjá fullt af stöðum í heiminum þar sem titringur og annað þar sem fólk að standa upp og bara hreinlega að segja hingað og ekki lengra. Já, ég held að þetta séu svona helstu pælingar okkar, allavega sem við höfum tíma til. Já, við getum náttúrulega að tala endalaust, við eigum alveg 2 fyrirlestri á vefnum okkar. Ef þið hafi ekki hlustað á þá hægt að kaupa bara inn á vefsíðun okkar, fyrirlestrarinn okkar á Fleygiferðinni í 50 vitana. Þar förum mjög djúpt í. Já, mjög djúpt í. Förum líka aðeins í sögu þessa fornu samfélagi eins og Atlantis og Lemúríu og annarra, þannig að já, tölum þetta kannski aðeins meiri heild. Þetta stórt efni. Mjög stórt efni, en bara þetta það sem við komumst yfir í dag. Þannig að endilega skrifið spurningar fyrir neðan myndbandi ef það eitthvað einhver spurningar sem vakna. Annars bara takk fyrir í dag. Og hlökkum til að sjá okkur eftir viku.